Hér sjáum við að mér finnst fallega mynd. Hún frá bæ sem heitir Siglufjörður og þar fæddist ég. En við köllum hann yfirleitt bara fyrir Sigló. Og þar var maður sem hét Guðmundur Ágúst, en hann var alltaf kallaður Gústi. Og hér sjáum við mjög fallega mynd af þessum Gústa. Og hann fékk viðurnefnið Gústi Guðs maður. Það var vegna þess að hann fór á torgið á heima á Sigló með biblíuna sína og hélt ræður og var að segja fólkinu frá Guði. Og hann átti bát, lítinn bát, sem hét Sigurvin. Og ef þú ferð á síldarsafnið á Sigló, þá getur þú séð þennan bát, hann þar inni. Og Gústi hafði það þannig að ef það var einhver vindur, að þá notaði hann alltaf seglin og slökkti á mótornum. Þannig að hann var langt á undan sinni samtíð með það að menga ekki neitt. Og hann fór stundum á sjó þegar að veðrið var ekki neitt sérstaklega gott. Og stundum héldu þeir að nú myndi Gústi ekki koma heim. En svo birtist hann allt í einu í þokunni og vonda veðrinu og sagði við hina sjómennina: þið héldu að ég myndi ekkert koma aftur, það ekki? En þið vitið það að ég með samkomulag við Guð og ég fer alltaf með bænirnar mínar áður en ég fer á sjóinn og þegar ég kem heim aftur að þá þakka ég Guði fyrir að hafa verið með mér. Og það nú þannig. Hérna sjáum við alvöru mynd af Gústa þar sem hann með biblíuna sína á torginu heima á Sigló og að flytja ræðu. Og nú búið að heiðra Gústa með því að reisa svona koparstyttu af honum heima á torginu. Og þarna Gústi Guðs maður með töskuna sína og úlpuna og biblíuna. En vitið það, krakkar, að allt sem hann þénaði, nema eitthvað pínulítið sem hann notaði til að kaupa sér mat fyrir, það gaf hann til útlanda. Og þeir sem fengu gjafirnar hans Gústa, það voru bara börn, til þess að þau getur lært að lesa og lesa líka biblíuna og kynnast Jesú og Guði. Og öll ævi hans fór í þetta. Og ég get sagt okkur það að maturinn sem hann borðaði var mjög einfaldur. Það var í raun og veru bara kartöflur og fiskur og brauð. Og hann veiddi náttúrulega fiskinn sjálfur, en ég veit ekki hvort hann ræktaði kartöflurnar. En allur peningurinn hans Gústa fór til barna í Afríku og Asíu og Suður-Ameríku til þess að þau getur lært að lesa. Hér stytta heima á Siglufirði til minningar þá sjómenn sem koma aldrei heim aftur. En Gústi hann kom alltaf heim aftur af því að hann fór með morgunbænirnar sínar og þakkaði svo Guði fyrir að fá að koma heim aftur. Og hérna sjáum við svona miðnættis, ég gleymi að skipta hérna. Hérna Gústi Guðs maður með töskuna sína og biblíuna og í stóru úlpunni sinni að flytja Guðs orð. Og hér sjáum við hann, þetta styttan af honum. Og hér sjáum við minningar styttu sjómenn sem koma aldrei heim aftur. En Guð hann passaði Gústa af því að hann bað
að Guð myndi passa hann svo hann geti gefið börnunum gjafir, stóra peningagjafir til þess að kaupa bækur og biblíuna svo þau mættu kynnast Jesú. Og hérna svona miðnætur mynd heima á Sigló. Það getur orðið rosalega fallegt þegar að sólin rétt snertir hafflötinn og kemur svo upp aftur. Já, fyrir Gústa svo var Biblían lampi fóta hans og ljós á veginum. Og hann fylgdi þessu ljósi alla sín ævi. Og í Biblíunni þá segir Guð að hann geri ekkert án þess að segja börnum sínum frá því sem mun gerast áður en að það gerist. Og Jesús sagði við lærisveinana sína þegar hann borðaði síðustu máltíðina með þeim: ég ætla að segja ykkur þetta áður en það gerist, það er að segja að hann yrði handtekinn og fari illa með hann og hann myndi deyja á krossi og rísa upp. Og hann segir: ég ætla að segja ykkur þetta áður en það gerist vegna þess að ég vil að þið vitið að ég er. Það er svolítið skrítið nafnir það ekki, að heita ég er. En Jesú hann notaði þetta nafn og það þýðir Jahve, það er að segja drottinn. Ég er drottinn, sagði hann við lærisveinana sína, og þeir getið alveg treyst mér þó að verði illa að fara með mig, því að ég er lífið og ég mun rísa upp aftur og ég mun reisa ykkur líka upp aftur. Já, og Jesús sagði okkur fyrirfram það sem myndi gerast. Hérna erum við komin á eyjuna Patmos og þarna er hann Jóhannes sem fangi og ég og Ásta, kona mín, við fengum einu sinni að heimsækja þessa eyju. Það var rosalega gaman að koma þarna því að maður fór að hugsa Jóhannes og hvernig hann hefði haft það og hvernig engill Guðs kom til hans og sagði honum hvað myndi gerast í framtíðinni. Og það var margt fallegt að sjá að þessari eyju, en við ætlum ekki að segja svo mikið eyjuna sjálfa, en boðskapinn sem að Jóhannes fékk að heyra. Hér fær hann að heyra boðskap það að þegar að við komum í lok 19. aldar að þá myndi koma stríð í ákveðnu landi. Þetta land myndi vera landið Frakkland og fólki myndi ráðast hvert og annað og jafnvel drepa hvert annað. Og þetta myndi verða ægilega vondur tími. Og það passaði. Hér er fólkið mjög reitt og það ræðst hérna á gamalt fangelsi. Hugsaðu ykkur þetta stóra hús þarna sem er fangelsi, það var brotið niður þannig að það var ekki steinn eftir yfir steini. Og fólkið var mjög reitt. Hérna sjáum við konurnar fara heim að konungshöllinni og heimta það að fá brauð handa börnunum sínum. Og við sjáum myndina hérna til vinstri, þar er kóngurinn og biskupinn og aðalsmaðurinn, allir á bakinu á fátæka bóndanum og fátæka vinnumannunum. Því að hann átti að sjá kónginu fyrir mat, en hann fékk enga mat sjálfur. Og þess vegna kom þessi uppreisn vegna þess að fólkið í landinu það hafði ekkert að borða. Og það hafði líka ekki mikið varla föt að fara í heldur. En svo gerðist það að þjóðin
hún einhvern veginn reiddist út í Guð. Og það var bannað að hafa Biblíu, eiga Biblíu og lesa Biblíu í 3,5 ár. Og hugsið ykkur nú hvað hann Gústi Guðsmaður hefði sagt. Ef að bæjarstjórnin heima á Siglufirði hefði sagt við hann, Gústi, þú ferð ekki að predika, þú ferð ekki einu sinni að eiga Biblíu, og þú ferð ekki einu sinni að lesa Biblíuna. Ég held að Gústi hefði farið að gráta, alveg örugglega. En þegar að bannað var að lesa Biblíuna í Frakklandi, þá varð allt vitlaust. Og þá voru allir uppi á móti öllum. Og ég ætla ekki að sýna ykkur myndir af öllu því ljóta sem að fólk gerði. En það var mjög ljótt sem að fólki gerði. En svo kemur hérna dálítið skemmtilegu spádómur. Jesús segir að þegar að allir eru á móti öllum og fátæklingarnir rísa upp gegn kónginum og biskupnum og aðalsmönnunum, að þá mun ég sjá til þess að Biblían, hún mun eins og rísa upp og fara til himins og í kringum alla jörðina. Og maður getur nú hugsað með sér, býttu nú við, hvernig ætlaði Guð að fara að því? Að Biblían fengi aftur að vera til, að það mætti lesa hana og hún færi út alla jörð. Jú, Guð hann þekkti stelpu sem að hét María á íslensku. Og þegar hún er svona 10 ára gömul, þá langar hana svo ofboðslega mikið til þess að eiga Biblíu. Og hún fer að safna fyrir Biblíu. Og ég held hún sé svona 10 ára gömul eitthvað svoleiðis. Og við ætlum að rekja aðeins söguna hennar Maríu. Hún átti ekki heima í Torfkofa eins og ég þegar ég var strákur í sveitinni hjá frænda mínum. En það var alltaf hlýtt í Torfkofanum. Og það var ofboðslega gaman í raun og veru að eiga heima í Torfkofa. En í Wales, þar sem að María á heima, þar voru húsin úr steini. Og það gat verið voðalega kalt í þessum húsum veturinn. En ekki í Torfkofanum fyrir norðan. Þar var alltaf hlýtt og verið vetur. Og María, hún gerði allt milli himins og jarðar til þess að geta safnað sér pening til þess að kaupa Biblíuna. Og hún var mjög dugleg við þetta. Og María, hún lærði að lesa vegna þess að það kom prestur annars slagið þar sem hún átti heima og hann kenndi krökkunum að lesa. Og María var mjög fljót að læra að lesa. Og þessi prestur, hann hét Thomas, séra Thomas Charles, og hann var mjög góður maður. Og Maríu hlakkaði alltaf til að hann kæmi í heimsókn. Og eitt af því sem var alltaf gert á heimili hennar Maríu, það var að fara með morgunbænir og kvöldbænir og borðbænir. Þannig að þau voru í stöðugu sambandi við Guð og biðja hann hjálp því að pabbi hennar missti allt í einu vinnuna og það var mjög lítið af mat. Og María, hún er búin að safna peningum og allt í einu segir pabbinn við hana, María mín, ég verð að fá lána peningana þína því að við eigum ekki fyrir mat. Og María sagði að það er allt í lagi pabbi, auðvitað verðum við að borða og svo held ég bara áfram að safna peningum seinna. Og þessi peningur sem þið sjáu hérna á myndinni, hann er frá því að María er svona
hún er svona 10 ára gömul, hún er fædd 84, þannig hún er meir en 10 ára. Og í nágrenninu við Maríu var kona sem átti ágætt hús, fallegt hús og átti peninga. Hún átti líka Biblíu og hún sagði við Maríu, veistu að María, þú mátt koma eins oft og þig langar til þess að lesa í Biblíunni minni. Og María hélt þannig að hún myndi koma og lesa og það gerði hún mörgu sinnum. Og María var alltaf dugleg við að hjálpa til á heimilinu og svo sat hún stundum við arininn og ég er ekki alveg viss hvað hún er að gera þarna, en mér finnst hún eins og hún sé með einhverja dúkku til þess að leika sér með, en ég er ekki alveg viss. Þið megi giska á það líka og komið til og eftir hvað María er að gera þarna. En María hélt áfram að safna fyrir Biblíunni og smám saman eignaðist hún meira og meira peningum. Og þegar hún er orðin 15 ára, á 16. ári, þá heldur hún að hún sé búin að safna fyrir nógu miklu. Og þá fer hún að spyrja hvort það sé einhver þarna sem hún á heima sem geti sagt sér hvað hún geti keypt Biblíu. Og henni er sagt að það sé prestur, og það er þessi Tómas sem kom í heimsókn til að kenna henni að lesa, að hann væri að selja Biblíur. En það er dálítið langt þangað að fara. Það eru 42 kílómetrar. Vá, það er dálítið langt. En María, hún var alveg ákveðin í því að hún myndi fara og reyna að kaupa Biblíu. Og pabbinar og mamma hvöttu hana þetta og áður en hún fór þá höfðu þau bæn til þess að passa Maríu á leiðinni. Og María, hún þurfti að fara yfir alls konar landslag og það sést það sést á þessari mynd. Sjáu þið að hún er ekki í neinum skóm. Hún er berfætt. Hugsið ykkur að ganga í 42 kílómetra á svona moldar og grjótgötum og berfætt. Ég veit ekki hvernig hún hélt þetta út, en hún var dálítið fljót að fara þetta þótt að vera langt. Tók hana 2 daga. Hún gekk sem sagt 20-21 kílómetra á deginu. Það er svolítið langt. Og svo þegar hún kemur til þorpsins sem heitir Bala, þá veit hún ekkert hvar Tómas á heima. Svo hún fer náttúrulega að spyrja það hvar Tómas sé og fær að vita það og fer til hans. Og þegar hún kemur til Tómasar, þá segir Tómas, ég er búinn að lofa síðustu Biblíunni. Þannig að ég á enga Biblíu til sölu. Og María, hún dettur niður í stólinn og hallar sér fram á borðið og fer að hágráta. Hún trúir því ekki að loksins þegar hún er búin að safna nógum peningum og ganga þessa löngu leið að það skuli ekki vera til ein einasta Biblía. Og þegar að Tómas sér hvað hún verður sorgmædd, að þá segir hann við hana, heyrðu, ég mun fá fleiri Biblíur, þannig að þú getur fengið þessa og ég bið bara þann sem átti að fá hana að bíða svolítið og þá fær hann sína Biblíu.
En vitið það, krakkar, að með tímanum þá eignaðist hún ekki bara eina biblíu, hún eignaðist 3 biblíur og hún gaf 2. Því að hún vildi að allir gætu fengið að kynnast orði Guðs. Og hérna hann Tómas að rétta henni biblíuna og þú getur rétt ímyndaðir hvort að hún hafi ekki orðið glöð þegar hún fékk biblíuna. Og hún hlakkaði mjög mikið til að koma heim aftur og hitta mömmu og pappa og vinina sína og segja þeim frá því að nú hefði hún fengið biblíu. Og hérna ágæt mynd af henni á heimleiðinni og þið sjáu hvað hún glöð og ánægð yfir því að eiga biblíu. Og hérna sjáum við biblíuna hennar Marju. Þetta biblían sem hún keypti. Og hún skrifaði í þessa biblíu, það svolítið skrítið hvernig hún skrifar, en hún segir Mary Jones fæddist 16. desember 1784. Og það þegar að byltingin á fullu í Frakklandi. Að þá eignast hún þessa biblíu og Guð sagði að þessi biblía, hún myndi fara út allan heim. Ég keypti hana á 16. aldursári ævi minnar. Ég dóttir Jakobs Jones og Mary Jones, konu hans. Drottinn sé mér náðugur. Amen. Mary Jones réttur eigandi þessara biblíu, keypti hana árið 1800 á 16. aldursári mínu. Þetta stendur í biblíunni. Þannig að þú ert að horfa á biblíuna sem að hún keypti árið 1800 sér til mikillar gleði. Og hér sjáum við að hún komin heim til vinkvenna sinna og taktu eftir því að á annarri myndinni þá hún berfætt. Ég hefði haft gaman að því að fá að sjá fótinn á henni þegar hún kom heima. Ég held að það hafi ekki verið mjög mikið skinn á fætinum, en kannski var hún vön að ganga berfætt og þá svona venst maður því smám saman. En þarna hún sem sagt á heimleið og hittir vinkonu sínar og það verður náttúrulega mikill fagnaðarfundur yfir því. Og hérna María komin heim og pabbi og mamma taka á móti henni og hún getur sagt frá því að nú eigi hún biblíu eftir öll þessi ár. Og hér hún að sýna þeim biblíuna og þegar María orðin fullorðin að þá giftist hún manni sem heitir Jones líka og hann vefari og það hægt að vefja rosalega falleg bæði teppi og svona til þess að hafa yfir herðunum og svo það að hann Tómas, hann segir þessa sögu í biblíufélagi, smáritafélagi í London. Og vitið hvað gerist? Þá það einn af mönnum sem þarna inni, sem stendur upp og segir: hvers vegna handa fátæka fólkinu í Wales og átti við af hverju eiga bara fólki í Wales að fá biblíu? Af hverju ekki handa allri ensku þjóðinni og af hverju ekki handa bara öllum heiminum? Og þetta 1802. Sjáu hvað þetta nálægt frönsku byltingunni. Hún var búin
1799, en 1802 þá búið að stofna svona, ekki stofna alveg en hér bil, biblíufélag. Því að það ekki stofnað fyrir en 1804, þá bresk erlenda biblíufélagi stofnað. Og það allt út af henni Maríu, sem kom frá Wales til þess að kaupa biblíu. Og þeir vildu ekki bara að fólkið í Wales sem fátækt fengi biblíuna, heldur allir í Englandi og allir út allan heim. Og sjáu þið hvað gerist. Breska félagið, það verður til 1804, en takt eftir því að 1815 þá verður íslenska biblíufélagið til 10. júlí. Og hver haldið að sé á bakvið það? Jú, hann Ebenezer Henderson. Það munaði engu að ég keypti eintak af þessari biblíu. En ég átti að borga fyrir þarna 115.000 krónur. Og ég hélt á símanum og sagði, á ég að kaupa hana eða á ég ekki að kaupa hana? Og það endaði með því að ég keypti hana ekki. En ég vona að ná einhvern tímann í hana og hún sé ekki alveg svona dýr. En hún kölluð Ebenezer þýðingin, því hann gaf biblíuna út og hann kom til Íslands og stofnaði íslenska biblíufélagið. Nú, Ebenezer, hann var Skoti, það að segja hann var Kelti, og María, hún var frá Wales og þar eiga Keltar heima líka. Þannig að það eru 2 Keltar sem standa á bakvið íslenska biblíufélagið. Og þessi Ebenezer, hann notaði mikið af sínum peningum til þess að gefa út biblíuna fyrir okkur Íslendinga. 1813, ég held ég muni það rétt, að þá það sem að hann gefur biblíuna. Og sjáu þið hérna á þessari mynd. Hann fór 3 ferðir allt Ísland til þess að dreifa biblíunni. Og nú kemur smá samviskuspurning til þín, sem átt biblíu. Ertu nokkuð hættur að lesa hana? Ég vona ekki. Ég vona ekki. Og hérna sjáum við ferðirnar hans og rautt og gult og blátt. Og þannig fengum við Íslendingar biblíuna út allt Ísland. En bresk erlenda biblíufélagið dreifði henni allan heiminn. Og það var það sem stóð í spádómnum, að þó svo að franska stjórnarbyltingin tæki þá ákvörðun að banna að eiga biblíuna, banna að lesa biblíuna, þá sagði Guð, ég mun lyfta biblíunu upp til himins og hún mun fara út allan heiminn. Og af hverju gat það gerst? Út af henni Maríu og út af bresk erlenda biblíufélaginu og líka út af íslenska biblíufélaginu. Allt lítilli stúlku að þakka. Og þá ætlum við að koma heim aftur. Hann Oddur þessi, hann var hálfur Norðmaður eins og ég. Og það vill svo skemmtilega til að mamma hans, hún kom frá sama bæ og mamma mín, það að segja Bergen. Og í gamla daga þá hét Bergen Björgvin og þess vegna heiti ég Björgvin. Ég svolítið montinn af því, ég verð að hjáta það. En auðvitað að lesa stendur hérna. Oddur hófst handa við að þýða Nýja testamentið eftir að hann sannfærðist að hinn nýji siður mótmælenda væri réttur þar að hann grundvallaðist á reikningunni einni. Og svo segir hann þarna neðst, Jesús fæddist í asnastalli
En ég að þýða Biblíuna út í fjósi og hann varð að þýða Biblíuna út í fjósi því að það var bannað að eiga Biblíu og það var bannað að þýða hann á íslensku, en hann gerði það samt. Hann faldi sig og þýddi Biblíuna. Og þú getur keypt hana enn þann dag í dag fyrir lítinn pening, sérstaklega þú ferð í Sorpu. Hún til þar annars lagið fyrir einhvern 1500 kall. Og það er flott þýðing, ofsalega falleg íslenska. Og þá var það hann Guðbrandur biskup sem kláraði að þýða alla Biblíuna og öll Biblían kom út 1584 og hérna sérðu Biblíu Guðbrands á borðinu hjá okkur. Þetta ljósrit af þeirri Biblíu, ofboðslega flott og stór. Og hér hann, hér hann Guðbrandur, rosalega góður kall, og ef þau hafa áhuga fyrir að kynnast honum, þá skrifaði hann líka ljóðabók, ofboðslega flotta ljóðabók. En, til þess að gera það nú langa sögustutta, allt þetta henni Maríu að þakka. Af því að hún sem krakki elskaði Biblíuna, þá fór Biblían út allan heim. Og hér Maríu á samkomu með Biblíuna og mömmu og pappa. Og hér mynd af Maríu, ekta mynd af Maríu, þegar að hún að ég held 80 ára gömul. Já, krakkar, maður þarf ekkert að vera gamall til þess að eiga Biblíu og lesa Biblíunni. Og ég vona að við öll verðum krakkar í anda og tökum Biblíuna fram og lesum hana. Þetta var nú svona kannski svolítið langt, krakkar, en þetta var fyrir ykkur og líka stóru börnum. Þakka ykkur kærlega fyrir.